Fundur settur í bæjarstjórn Akraness eftir fundunúmer 1365. Fundarmenn á þessum fundi eru Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Líf Ása Skasta, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson og svo situr varabæjarfulltrúinn Anna Sólveig Smáradóttir, bundin í fjarveru fyrsta forseta Valgarðar Líndal Jónssonar. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og svo Einar Brandsson sem hér talar og gegnir embætti forseta. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins og þá sem að hugsanlega hlusta á okkur líka og biðst á afsökunar á því að við förum svona seint á stað en við áttum í smá vandræðum með tæknina. Forseti óskar eftir með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstað númer 696 frá 2013 að tekið verði inn með afbrigðum í fyrsta lagi mál númer 22-12008 sem eru umdæmisráð landsbyggðar og mál númer 22-06-003 kosning í ráð og nefndir 2022 til 2026. Svo mál númer 22-11-016 samstarfsnefnd Slökkviliðs Akraness og Hvalfjarðarsveitar kaup á dróna. Svo mál númer 22-01-002 fundagerðir 2022 bæjarráð og að lokum mál númer 22-01-003 fundagerðir 2022 og það er fundagerð velferðar og mannréttindaráðs. Forseti gerir sér grein fyrir því að það er kannski ekki alltaf viðeigandi að taka mörg mál inn á dagskrá en við erum á mjög sérstökum fundi þar sem að þetta er í rauninni aukafundur þar sem við þurfum að afgreiða nokkur mál sem þarf að taka ákvörðun fyrir áramót og svo eru nokkur svona sem fljóta með en forseti ber þá það upp að við tökum þessi mál sem ég nefndi hér áðan inn á dagskrá og ég ætla að bera það í einu lagi hvort að fundamenn samþykkja það og þeir sem því eru samþykki vinsamlega gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Málin verða því númer 2, 4, 5, 12 og 13 í dagskránni. Miðað við þá útsendu dagskrá sem var gefin út fyrir fundinn og þá hliðrast önnur mál sem þessu nemur. En fyrsta mál sem við tökum fyrir er mál númer 22-07-107 fjárhagsáætlun 2023 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2024 til 2026. Tillaga hækkun útsvars til samræmis við samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga dag 16. desember 2022 varðandi fjármögnun þjónustu við fatlað fólk og hækkun útsvars álagningar. Tilfærslu fjármuna er að ræða á milli ríkis og sveitarfélaga og er útsvarsprósenta sveitarfélaga hækkuð 0,22% en tekjuskattprósentur ríkisins lækka í sama mæli þannig að útsvarsgreiðendur verða ekki fyrir beinum áhrifum vegna þess.
Og forseti opna fyrir umræðu ef einhver vill ræða þennan lið. Það bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vildi bara koma upp og fagna þessu skrefi. Eins og ég líti á þessu fyrsta skrefi í jafnari skiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga. Þetta er búið að vera lengi í vinnslu og eins og segi, fyrsta skrefi, það er með þessu einungis verið að brúa hluta af því bili sem myndast hefur hjá sveitarfélagunum í þjónustu við fatlaða einstaklinga. Og ég vona svo sannarlega að þetta sé vísir að einhverju meiru. Ég vil líka nýta tækifærið og brýna okkar fulltrúa hjá sambandinu aðeins að pota í sitt fólk þar. Þetta samkomulag er undirritað 16. desember, eftir að öll sveitarfélög í landinu eru búin að klára sína fjárhagsáætlun og gerð og annað. Það er svolítið skrítið vinnubrögð fyrst mér hjá sambandinu að vera komið þetta inn á þessum tímapunkti. En sannarlega samt fagnar erindi að þetta hafi klárast og menn hafa náð þarna saman. En sambandið þarf aðeins að sparka í. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstu tekur til máls Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla bara líka að koma hérna upp og lýsa ánægju minni með það að það sé allavega eitt skref í áttina að aukinni fjármagni í þessum málaflokki. Tek undir með Ragnari að við þurfum að sýna ríkinu aðhald og hvet jafnframt okkar fulltrúa hjá sambandinu til þess að halda fólki við efnið þar. Þó að þetta sé komið út sem hækkun útsvar, þá kemur þetta ekki fram sem hækkun á tekjuskatti vegna þess að tekjuskattsprósenta ríkisins lækkar á móti, þannig að þetta er ekki, sjálfsög kemur ekki út sem auknar álögur á fólk, þetta er bara breyting á vösum af því sem fólk er aukað í skatt. Þetta er cirka 1/3 af því sem við þurfum inn í málaflokkinn allavega, þannig að það er þó ágætt fyrsta skref. En ég minni á það að það er starfshópur í gangi sem ljúka störfum eigi síðar en 30. apríl og þá við erum að vona að það komi eitthvað meira þó út úr þeirri vinnu þegar sú vinna verður þeirri vinnu verður lokið. En annars er þetta það er allavega ánægjulegt að það er eitthvað komið til móts við okkur hjá sveitarfélögum í varðandi þessi þjónustu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan lið. Það er ekki fleiri sem að vera sér hljóðs, þannig að forseti leggur fram eftirfarandi tillögu með vísan til ákvæða varðandi breytingu á fjármögnun á þjónustu við fatlað fólk í fyrirliggjandi samkomulagi á milli ríkis og sveitarfélaga dags 16. desember 2022 byggir á breytingu á lögum tekjustofna sveitarfélaga sem samþykkt var á Alþingi þann 16. desember 2022. Samþykki bæjarstjórn Akraness að álagningar hlutfall útsvars fyrir árið 2023 hækki 0,22% og verði 14,74%
4%. Þeir sem eru samþykkir þessu vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt 9-0. Átökum við fyrir mál númer 2206-003 en það er kosning í ráð og nefndir á tímabilinu 2022 til 2026. Þetta varðar stjórn Faxaflóahafna og við vorum ekki búin að ganga frá því vegna þess að það var verið að vinna breytingar á skipulagslögum fyrir samþykktum Faxaflóahafna. Hér er tilnefning að aðalmaður verði Guðmundur Ingþór Guðjónsson og svo varamaður Ragnar B. Sæmundsson. Við þurfum líka að kjósa óháða stjórnarmann og tillaga Pál Snævar Brynjarsson en við geymum okkur að tilnefna varamann fyrir hann. En þessi liður þá til umræðu. Ef einhver vill tjá sig þetta áður en við förum, það er bæjarfulltrúinn Guðmundur Ingþór Guðjónsson sem tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákveðnar líða. Það er eitt sem ég langar að bæta aðeins inn í hérna undir þessum lið, að þar stendur Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit og Skorradalur eiga tilnefna einn óháðan fulltrúa og annan til vara, en Borgarbyggð á líka að vera þarna inni. Og þannig að ég vissir að bæta því inn í, þannig að við höfum þetta nú allt korrétt hjá okkur. Varðandi þessa, svo við getum aðeins frætt ykkur ástæðuna fyrir þessum að við tilnefnum ekki varamann fyrir óháða fulltrúan, er svo að þessi vinna bara fór seint í gang og það var náttúrulega Borgarbyggð var ekki alveg sátt hvernig þetta er og þeir missa sinn mann úr stjórninni. Staðinn eigum við bara öll saman hérna óháða mannin og þarna fundum við aðila sem held ég allir gátu treyst með skömmum fyrirvara og hann var tilbúinn að taka þetta að sér og eftir að hafa talað við lögmann Faxaflóahafna að þá var okkur gefið frestur og stjórnin yrði alveg starfhæf þó að það vantaði þennan varamann eða þessi óháðamanns og það er svo vinna sem við þurfum bara að eiga með hinum sveitarfélögunum að finna þennan óháða mann og margar góðar uppástungur hafa komið. Við viljum náttúrulega eins lengi og við getum að reyna að halda hann náttúrulega algjörlega ópólitískum og en sú vinna bara mun halda áfram núna og við Ragnar höfum átt samtal þetta og munum halda áfram með samtal og ásamt öðrum sveitarfélögum sem að þessu snúa og vonandi leysum við það bara fljótt og vel en Páll held ég sé alveg verðuð fulltrúi og fyrir okkar allra hönd. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust þennan leið. Það er ekki fleiri sem kveða sig hljóðs, þannig að við tökum þá fyrir þær afgreiðslu sem við þurfum að taka og þá er fyrst að bæjarstjórn samþykkir að aðalmaður í stjórn Faxaflóahafna verði Guðmundur Ingþór Guðjónsson og þeir sem eru því samþykkir vinsamlega gefa merki. Það er samþykkt 9-0 og þá er að bæjarstjórn samþykkir að varamaður fyrir þá Guðmund Ingþór í stjórn Faxaflóahafna verði Ragnar B. Sæmundsson sem eru því samþykkir vinsamlega gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Svo þurfum við að samþykkja hér að bæjarstjórn Akranes samþykki fyrir sitt leyti að óháður aðalmaður verði Páll Snævar Brynjarsson sem eru því
samþykkir vinsældarmerki. Og forseti ætlar svo að gefa sér leyfi að bera fram þá tillögu að bæjarráði verði falið að tilnefna óháðan varamann í stjórnina þá fyrir Pál Snævar þegar sá aðili hefur fundist. Þeir sem eru því samþykkir vinsældarmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir mál númer 22.09.025 sem er umdæmisráð barnaverndarþjónustu Akraneskaupstaðar. Ný skipan barnaverndarmála tekur gildi nú áramót. Gera þarf breytingu á samþykkt númer 696/2013 stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar vegna þessara tilhögunar barnaverndarmála og fór fyrri umræða fram í bæjarstjórn þann 16. desember síðastliðinn. Á milli umræðna var leitað ráðgjafa hjá innviðaráðuneytinu og hjá mennta- og barnamálaráðuneytinu vegna tillagana og hafa farið fram töluvert mikil samskipti þar á milli sem að í rauninni enda í þeim tillögum sem við munum bera fram hér á eftir. Forseti ætlar ekki að lesa allar tillögurnar núna. Ég tek það fyrir þegar við lesum þær yfir til og samþykkjum eða tökum til afgreiðslu. Forseti ætlar þá að opna á umræðu þennan lið. Þeir sem vilja taka til máls undir þessu lið. Það er enginn sem að kveða sér hljóðs, þannig að þá förum við í þetta. Þetta eru svona svolítið snúið og flókið en tillögurnar nokkrar sem við þurfum að samþykkja. Og fyrst forseti leggur fram eftir breytingatillögur á samþykktum stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar og tillaga númer 1 sem varðar 63. grein samþykktarinnar sem orðast svo: nefndir og stjórnir. Eftirtaldar nefndir og stjórnir sem kjörnar eru af bæjarstjórn heyra undir stjórnsýslu velferðar og mannréttindaráðs. Öldungaráð, samstarfshópur málefni fatlaðra, umdæmisráð barnaverndar, bæjarstjórn skipar í umdæmisráð barnaverndar samkvæmt 14. grein barnaverndarlaga númer 80/2002. Þetta er sem sagt fyrsta tillagan sem varðar grein 63 og þeir sem eru samþykkir þessu vinsældarmerki. Það er samþykkt 9-0. Þá er það tillaga 2 sem felur í sér nýja grein ásamt fyrirsögn sem komi í 10. kafla samþykktarinnar á undan gildistöku ákvæði hennar sem orði svo: viðauki fullnaðarafgreiðslu mála vegna barnaverndarþjónustu. Samþykkt þessari fylgir viðauki fullnaðarafgreiðslu mála vegna barnaverndarþjónustu samanber 3. málsgrein 12. greinar barnaverndarlaga númer 80/2002 samanber 42. grein sveitarstjórnarlaga. Þetta er þá tillagan og þeir sem eru henni samþykktir vinsældarmerki. Það er samþykkt 9-0. Þá er það tillaga 3 sem orðast svona: við samþykktina bætist nýr viðauki 1
fullnaðarafgreiðslu mála hjá Barnaverndarþjónustu Akraneskaupstaðar sem birtur með samþykkt þessari. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlega gefa merki. Það samþykkt 9-0. Þá það tillaga 4 sem orðið svo. Samþykkt þessi sem bæjarstjórn Akraness hefur sett samkvæmt ákvæðum 9. og 18. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi. Þeir sem eru þessu samþykki vinsamlega gefa merki. Það 9-0. Viðaukinn orðist svo, 1. grein. Eftirtaldir starfsmenn sem taldir eru upp í tölulið 1-2 annarar málsgreinar 1. greinar viðauka þessa fara með vald við fullnaðarafgreiðslu allra ákvarðana á grundvelli barnaverndarlaga númer 80 frá 2002 sem ekki hafa verið falin öðrum, þar með talið umdæmisráði, dómstólum eða öðrum stjórnvöldum, samanber annarri málsgrein 10. grein barnaverndarlaga númer 80/2002. Eftirtaldir starfsmenn fara með vald við fullnaðarafgreiðslu. Félagsmálastjóri sem forstöðumaður félagsþjónustu á hverjum tíma. Yfirfélagsráðgjafi sem framkvæmdastjóri barnaverndar á hverjum tíma. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlega gefa merki. Það samþykkt 9-0. Og 2. greinin. Velferðar- og mannréttindaráði falið yfirstjórn barnaverndarþjónustunnar samkvæmt 1. málsgrein 12. greinar barnaverndarlaga númer 80 frá 2002. Þeir sem þessu samþykki gefa merki. Það 9-0. Og þá það 3. greinin endurupptaka mála. Eftir að starfsmenn barnaverndarþjónustu samanber tölulið 1-2 í annarri málsgrein 1. grein viðauka þessa hafa tekið ákvörðun og hún verið tilkynnt aðila á aðili máls rétt á því að mál sé tekið fyrir að nýju ef ákvörðun hefur verið byggð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum málsatvik eða ef íþyngjandi ákvörðun boð eða bann hefur byggt á atvikum sem hafa breyst verulega frá því að ákvörðun var tekin. Endurupptaka að jafnaði heimil innan 3 mánaða frá því að aðili máls var eða mátti vera kunnugt ákvörðunina. Aðili máls skal beina kröfu endurupptöku máls til starfsmanna barnaverndarþjónustu samanber tölulið 1-2 í annarri málsgrein 1. grein viðauka þessa og skal sá starfsmaður sem ekki tók ákvörðunina fjalla kröfuna. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlega gefa merki. Það 9-0. Þá það 4. grein, birting ákvörðunar. Við birtingu ákvörðun skal kynnt að fullnaðarafgreiðslu sé að ræða á grundvelli 12. greinar barnaverndarlaga númer 80 frá 2002 samanber 40. og 2. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011. Að öðru leyti skal gætt að ákvæðum 20. greinar stjórnsýslulaga númer 37 frá 1993. Þeir sem samþykkja þetta vinsamlega gefa merki. Og þá hér síðasta bæjarstjórn samþykkir framangreinda breytingar á samþykkt stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar. Þeir sem því samþykkir vinsamlega gefa merki. Það samþykkt 9-0.
Þá þessum lið lokið og við tökum fyrir 4. lið sem mál númer 22.12008, umdæmisráð landsbyggðar, kynning á samningi, viðauka og erindisbréf valnefndar. Og það okkar hlutverk á að samþykkja hér 3 aðalmenn og 3 varamenn í umdæmisráðið. Þannig að ég les það upp þegar við berum þetta undir en orðið laust 4. lið. Einhver sem vill tjá sig, svo ekki. Þannig að þá liggur hér fyrir bæjarstjórn Akraness samþykkir skipan umdæmisráðs sem verður eftirfarandi. Aðalmenn: Ómar Örn Bjarnþórsson, lögfræðingur, formaður ráðsins, Jóhanna Erla Guðjónsdóttir, félagsráðgjafi og Katrín Jónsdóttir, sálfræðingur. Þeir sem þessu samþykkir vinsamlega gefa merki. Það samþykkt 9-0 og þá það varamenn. Það Sigmundur Guðmundsson, lögfræðingur, varamaður formanns, Þóra Kemp, félagsráðgjafi og Eva Sjöfn Helgadóttir, sálfræðingur. Þeir sem samþykkir þessu vinsamlega gefa merki. Það samþykkt 9-0. Og þá það hér bæjarstjórn samþykkir samning rekstur umdæmisráðs en gert ráð fyrir mögulegri endurskoðun fyrirkomulagsins fyrir árslok 2023. Þeir sem þessu samþykkir, vinsamlega gefa merki. Það samþykkt 9-0. Þá 4. liðurinn búinn hjá okkur og við tökum fyrir 5. Það mál númer 22.11.016, samstarfsnefnd Slökkviliðs Akraness og Hvalfjarðarsveitar. En þar undir samkomulag vegna kaupa á dróna til afnota fyrir Slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Orðið laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér ljós, þannig að forseti leggur þá fyrir bæjarstjórn Akraness að samþykkja þessa ráðstöfun og þeir sem eru því samþykki gefi merki. Það samþykkt 9-0. Þá mál númer 6, það mál númer 22.12.073, reglur 2023. Afsláttur af fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþega. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. desember 2022 reglur Akranesskaupstaðar afslátt af fasteignagjöldum eldri borgara og öryrkja á árinu 2023 og vísaði þeim til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar ákvörðunar. Og orðið laust þennan lið ef einhver vill tjá sig, svo ekki. Þannig að forseti leggur þá hér fyrir bæjarstjórn Akraness samþykkir reglur afslátt af fasteignagjöldum eldri borgara og öryrkja á árinu 2023. Þeir sem því samþykkir vinsamlega gefa merki. Það samþykkt 9-0. Það mál númer 7, fjárhagsáætlun Höfða, 2022, viðauki 1. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. desember 2022, viðauka númer 1 á Höfða við fjárhagsáætlun ársins 2022, en viðaukinn gerir ráð fyrir 22,4 milljón króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu heimilisins. Bæjarráð samþykkir viðauka númer 26 þar sem gert ráð fyrir neikvæðri rekstrarstöðu ársins 2022 hjá Höfða 22,4 milljónir króna í stað neikvæðra rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 14,6 milljónir króna.
Í þessu felst lægri rekstrarniðurstaða hjá Samstæðu Akraneskaupstaðar sem nemur þessari fjárhæð. Bæjarráð vísaði viðaukanum til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þennan lið, ef einhver vill tjá sig, svo ekki. Þannig að forseti ber hér fram eftirfarandi tillögu. Bæjarstjórn Akraness samþykkir viðauka númer 26 við fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2022. Viðaukinn er vegna viðauka númer 1 hjá Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili vegna fjárhagsáætlunar 2022 og felur í sér 7,8 milljón króna lakari rekstrarniðurstöðu en upphaflega áætlun heimilisins gerir ráð fyrir og því samsvarandi lakari rekstrarniðurstöðu hjá Samstæðu Akraneskaupstaðar. Þeir sem samþykkja þetta vinsamlega gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá er það mál númer 8 á dagskránni. Það hefur málsnúmerið 20.05.140 Bjarg íbúðafélag umsókn stofnframlag 2020 Asparskógar 3. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. desember 2022 samning Akraneskaupstaðar og Bjargs íbúðafélag HSES en samningurinn er í samræmi við þegar samþykktar skuldbindingar og vísaði til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þennan lið. Ef ykkur vill tjá sig, svo ekki. Þannig að forseti ber upp þessa tillögu. Bæjarstjórn Akraness samþykkir samning Akraneskaupstaðar og Bjargs íbúðafélag HSES vegna stofnframlags Akraneskaupstaðar vegna uppbyggingar samkvæmt lögum númer 52/2016 almennar íbúðir. Þeir sem eru þessu samþykki vinsamlega gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá er það 9. liður. Hann hefur málsnúmerið 2212-095 Flóttamenn staða flóttafólks á Akranesi. Bæjarráð lagði til á fundi sínum þann 16. desember 2022 við bæjarstjórn að gengið yrði til samninga við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið þátttöku Akraneskaupstaðar í verkefninu. Og orðið er laust þennan lið ef einhver vill tjá sig. Svo ekki. Þannig að forseti leggur fram, þetta eru að verða 2 afgreiðslur. Fyrsta lagi, bæjarstjórn Akraness samþykkir að gengið verði til samninga við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið þátttöku Akraneskaupstaðar í verkefninu. Þeir sem eru því samþykki gefa merki. Það er 9-0 samþykkt. Í annan stað bæjarstjórn Akraness felur bæjarstjóra og sviðsstjóra velferðar- og mannréttindasviðs frekari úrvinnslu málsins. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlega gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá er það mál númer 10. Það hefur málsnúmerið 22.11.193. Það er samþykkt hænsnahald á Akranesi. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. desember 2022 fyrirliggjandi drög að samþykktum hænsnahald á Akranesi með áorðnum breytingum í 1. grein samþykktar. Bæjarráð fól sviðsstjóra að leita umsagnar hjá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands hvort þörf sé á stjórnsýslulegri meðferð Heilbrigðisnefndar Vesturlands vegna breytingana áður en samþykktin farið til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar ákvörðunar. Og þessar reglur eru undir málinu og ef ég skil það rétt þá var bætt við grein eftir að
þetta var samþykkt í bæjarráði, er það ekki? Þannig að forseti vekur athygli á því að þetta er komið þarna ákvæði til bráðabirgða inn, er það ekki? Það er það sem að kemur nýtt. Það er þarna síðast í þessari samþykkt. En orðið laust þessa samþykkt. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að forseti ber þá þessa samþykkt undir bæjarstjórn með þeim breytingum sem hafa orðið hér á. Og þeir sem eru þeim samþykktir vinsamlega gefi merki. Það er samþykkt 9-0. Þá er það 11. liður. Það hefur málsnúmerið 2212-104, kjarasamningar, endurnýjun kjarasamningsumboð, samkomulag launaupplýsingar og uppfært samkomulag sameiginlega ábyrgð og mat á áhrifum af persónuvernd. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. desember 2022 að veita Sambandi íslenskra sveitarfélaga fullnaðar umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Akraneskaupstaðar og fól bæjarstjóra að fylla út, undirrita og senda umboðið til sambandsins með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar Akraness. Forseti opnar á umræður, einhver sem vill tjá sig þetta mál. Svo er ekki, þannig að forseti ber þá upp tillöguna. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að veita Sambandi íslenskra sveitarfélaga fullnaðar umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Akraneskaupstaðar og felur bæjarstjóra að fylla út, undirrita og senda umboðið til sambandsins. Þeir sem eru því samþykktir, eins og það gefur með því. Það er samþykkt 9-0. Og þá erum við búin með fundaliði sem falla undir afgreiðslu. Nú tökum við fyrir 4 liði sem við erum eftir, en það eru ýmsar fundagerðir og fyrst er það 12. dagskrárliður sem hefur málsnúmerið 2201-002, fundagerðir 2022 bæjarráð. Þar liggja undir 2 fundir, fundur nr. 3521 frá 16. desember og fundur 3522 frá því í dag fyrir þennan fund. Þannig að orðið er laust þessar fundagerðir. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að þessar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. 13. liður hefur málsnúmerið 2201-003, fundagerðir 2022 velferðar- og mannréttindaráð. Þetta er fundur 194 frá 21. desember 2022 sem liggur hér þá frammi til umræðu ef einhver vill tjá sig málið. Svo er ekki, þannig að fundagerðin er lögð fram til kynningar. Þá höfum við lið nr. 14 sem hefur málsnúmerið 2209-115, fundagerðir 2022, Faxaflóahafnir. Þar höfum við 2 fundagerðir. Það er fundur 223 sem fór fram 23. september og fundur 224 sem fór fram þann 12. október. Orðið er laust þessar 2 fundagerðir. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þessar 2 fundagerðir eru hér með lagðar fram til kynningar. Þá höfum við 15. og síðasta fundalið. Hann hefur málsnúmerið 2201-057, fundagerðir 2022 og tilkynningar Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það er ein fundagerð frá fundi nr. 916 frá 14. desember. Orðið er laust þá fundagerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að
Sú fundargerð lögð fram til kynningar. Ekki liggur fleira fyrir á þessum fundi. Forseti þakkar fundarmönnum kærlega fyrir það að koma og mæta hér á þennan aukafund miðri jólaösinni og þetta er mjög óvenjulegt enda þetta sé í fyrsta skipti síðan ég var bæjarfulltrúi fyrir allmörgum árum að bæjarstjórnin hafi þurft að koma saman milli jóla og nýárs og vonandi er það ekki til eftirbreytni. Forseti óskar fundarmönnum gleðilegs árs og þakka kærlega fyrir þetta ár sem er að líða og vonandi fariði öll sem á mig líða gætilega áramótin þannig að við komum öll heil inn í nýtt ár. En fundi er slitið.